Gott kvöld. Í dag hefur verið suðvestlæg átt á landinu og skýjað að mestu leyti vestanvert landið og dálítil rigning með köflum, en sunnan og austanvert landið var yfirleitt þurrt og bjart og á tunglmynd sem tekin var hádegi í dag má sjá að það var léttskýjað frá Eyjafjöllum, austurum og alveg að Mývatni, en brotin skýjahula hér yfir norðanverðu landinu en skýjað að mestu leyti vestast. Og á stóra yfirlitskortinu þá að sjá að það hæðasvæði hér fyrir sunnanland sem ræður að mestu leyti veðrinu hjá okkur og hún beinir til okkar hérna lægðum. Smá lægð fer hér norður eftir Grænlandssundi í nótt og fyrramálið, svo kemur ný lægðin á Grænlandshaf á morgun og á föstudag fer svo enn ein lægðin að myndast hér suður í hafi og kemur hún til með að hafa áhrif á veðrið hjá okkur á laugardaginn. Og á hitasviðinu að sjá að það tiltölulega hlýtt hjá okkur en hitinn komst hæst í tæp 25 stig á Egilsstöðum í dag en kaldast síðastleina nótt fór niður í 5 stig á Brú á Jökuldal og þróunin á þessu næsta sólarhringinn ekki mikil. Það verður áfram tiltölulega hlýtt loft yfir landin okkar, hlýjast fyrst sinn norðan og austanvert landið en svo þegar líður á föstudaginn má gera ráð fyrir því að það verði einnig mildara loft hér yfir vesturhluta landsins. Og skoðum hér aðeins vind og úrkomu í kvöld. Þá varað við vindi hér á norðanverðu Snæfellsnesi í kvöld og fram til fyrramáls en það búist við að verði rigning með köflum allt vestanvert landið. Gæti komið einhverjir dropar inn á norðan og norðaustanvert landið tíma en annars verður nokkuð bjart þar. Og á morgun gert ráð fyrir suðvestlægri vindátt áfram, yfirleitt svona 5 til 13 metrar á sekúndu en 10 til 18 norðvestan til og hvassast í svona vindstrengjum við fjöll norðvestan til en svo þegar líður á morgundaginn þá dregur smá saman úr vindi. En norðaustan og austanvert landið gert ráð fyrir að verði hægari vindur og yfirleitt sólríkt og bjart en rigning með köflum allt vestanvert landið og jafnvel talsverð tíma fyrst hér sunnan til á vestanverðu landinu en síðan seinnipartinn einnig norðan til. Og ef við skoðum hér hvernig úrkoman breytist á morgun, þá verður hún fyrst hér sunnan og vestanvert landið en seinnipartinn á morgun og fram á föstudag gert ráð fyrir því að það verði talsverð úrkoma með köflum á Vestfjörðum og Breiðafirði. Og á föstudag staðan þessu lík miðjan dag, suðlæg átt hjá okkur, strekkingsvindur norðvestan til á landinu en hægari vindur hér á norðaustur og austurhluta landsins. Áfram sólríkt og hlýtt norðaustan til en milt veður hér sunnan og vestan til en rigning með köflum og jafnvel talsverð rigning á sunnanverðum Vestfjörðum. Og svo á laugardag útlit fyrir að verði áfram suðlægar áttir hjá okkur, einhver rigning með köflum vestan til á landinu og allra vestast en nokkuð bjart hér norðan og austanvert landið og skýja með köflum og jafnvel einhverjir dropar hér á suðurhluta landsins og áfram tiltölulega hlýtt hjá okkur. Og á sunnudag gera spár núna ráð fyrir því að það verði áfram suðlæg átt, hægur vindur á norðausturhluta landsins og hlýtt en einhver væta með köflum allra vestast. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu þá útlit fyrir að verði úrkoma hér í Finnlandi og Svíþjóð gert ráð fyrir að verði víða eldingaveður með miðbik álfunnar en í suðausturhluta álfunnar hefur verið varað við hita þar sem hitin getur farið og yfir 30 stig allvíða. Og sömu sögur að segja á Íberíuskaga þar sem gert ráð fyrir því að það verði víða sólríkt og hlýtt og hefur verið varað við 38 til 40 stiga hita syðst á Spáni. Og á Kanaríeyjum gert ráð fyrir að verði sólríkt og hlýtt á morgun og gætu hitatölur jafnvel farið upp í 33 stig og í Norður Ameríku einnig reiknað með skúraveðri og eldingum hér suður við Mexíkóflóa og hér í kringum vötnin miklu en hitatölur allháar í suðvesturhlutanum. Og hjá okkur gert ráð fyrir að verði rigning með köflum vestanvert landið en sólríkt og hlýtt norðaustan til. Verið sæl.